Í tilefni af þjóðhátíðardegi Póllands og 100 ára afmælis sjálfstæðis þjóðarinnar verður haldin pólsk menningarhátíð í Reykjanesbæ á laugardaginn. Reykjanesbær stendur fyrir hátíðinni í samstarfi við starfshóp íbúa á pólskum uppruna. Við hittum á máli 3 ungmenni frá Póllandi sem hafa búið lengi í Reykjanesbæ og munu taka virkan þátt í menningarhátíðinni. Hvenær flyttir þú til Íslands og hvernig kom það eiginlega til? Pabbi minn fór fyrst til Íslands til þess að vinna og síðan var hann ákveðið að segja okkur að koma líka, en að við komum að prófa heima hérna og það gekk bara vel og við ákveðum bara að vera hérna. Og þetta voruð bara heima núna? Já. Og hefur kannski alltaf verið fyrir þér, eða? Já, já. Já, pabbi fekk sem sagt bara vinnu hérna upp á velli til að byrja með og hann flutti sjálfur og árið seinna fluttum við mamma með honum líka. Þannig að við byrjum vel að svolítið þannig. Síðan einhvern veginn bara, okkur leist bara vel á þetta skilur og hér erum við ennþá 12 seinna. Hvernig heldurðu í hefðirnar frá heimalandinu? Heimsækjurðu reglulega Pólland og svoleiðis? Ég heimsæki Pólland, allavega einu sinni, kannski 2 á ári. Þegar öll fjölskylda mín býr þar sko. En ég myndi segja að hefðirnar séu bara mjög svipar hér og í Póllandi. Þannig að við höldum alveg í pólskar hefðir en ekkert eitthvað rosa strangt, skilur. Hvernig kom það til að þú og fjölskyldan fluttu til Íslands? Já, ég fæddist hér. Pabbi kom að spila fótbolta með Viði og mamma kom að vinna í fiskinu. Já. Hvernig og ert þú Íslendingur? Hvernig horfir á sjálfa þig? Það erfið spurning, ég bara 50-50 sko. Samt aðeins meiri pólskur. Já. Hvernig þá? Bara þegar kannski það er bara svona pólskt heimili í rauninni? Já, örugglega út af því. Og já, væntanlega alltaf töluð pólska og svona heimaðar, þannig að þú ert bara, já, íslenska og pólska bara, þú nota bæði tungumál væntanlega bara mikið. Bara til skiptis. Hvernig ertu heldur í pólsku rætun? Heimsækjurðu Pólland eða eru ríkar pólskar hefðir svona heimilinu eða? Já, á heimilinu já, og ég fer alveg til Póllands einu sinni á ári, þannig að En ertu eitthvað skilgreinur sjálfa eða eitthvað? Ertu Pólverið Íslendingur eða ertu eitthvað skilgreinaði? Ég verð alltaf pólsk, en mér finnst samt ég vera hálf íslensk. Er eitthvað áberandi pólskt samfélag hérna? Verður þú var við það? Að þið séu haldið saman einhverjum hefðum eða hittast eða eitthvað þannig? Já, ég er kaþólskur og ég fer oft í kirkjuna, þannig að það er samfélag. Kirkjan er samfélag þar. Við hittumst oft, eftir messur, matur eða eitthvað þannig. Hvernig er þetta einmitt fyrir þig? Nú ert þú búin að vera hérna meirihluta ævinnar, en lítur á þig sem einhverjum hluta Íslending eða hvernig horfir á það? Sko, mér finnst ég bara jafn íslensk og ég er pólsk í rauninni. Mér finnst erfitt að segja til hvoru landinu ég tilheyri meira. Ég náttúrulega búin að búa hér svo lengi, þannig að það er svo erfitt að segja til það. Nú eru mjög margir Pólverjar sem búa hérna, í Reykjanesbæ sérstaklega. Er þetta eitthvað sérstak samfélag, samheldið samfélag? Finnur þú fyrir því? Haldið þið hópinn eða hittist eða eitthvað svoleiðis? Já, ég þarf að viðurkenna að ég á fleiri vini, pólska vini en íslenska vini. En ég á samtalið líka mjög marga íslenska vini sem að mér líka við og já. Finnst þér eitthvað erfitt? Er eitthvað erfiðara að komast inn hjá Íslendingum? Erum við eitthvað svolítið lokuð Íslendingarnir eða? Nei, ég held ekki. Eða það gerist alveg oft að íslenskari veit ekki að ég sé pólsk. Síðan segi ég bara frá þessu og þau eru bara, ok, ertu pólsk, þannig að... Nei, þetta er allavega ekkert eitthvað erfitt. Mér líka við bæði Íslendinga og Pólverja. Zapraszamy wszystkich na 100. rocznicę odzyskania niepodległości Polski.